Rússar beittu 500 drónum og tugum eldflauga í umfangsmiklum loftárásum á Kív, höfuðborg Úkraínu í nótt. Leikskólar og heilsugæslustöðvar skemmdust í árásunum. Kvika undir Svartsengi hefur náð mörkum þess sem var í síðasta kvikuhlaupi. Líkurnar á eldgosi aukast með hverjum deginum. Dönsk stjórnvöld hafa bannað allt drónaflug þar í landi næstu 5 daga. Mikið álag hefur verið á lögreglu vegna tilkynninga grunsamlega dróna. Helmingur þeirra sem hljóta alvarlega byltu á heilbrigðisstofnunum þjáist af vannæringu. Eldra fólk í sérstökum áhættuhópi. 80 tonna eikarbátur sökk í gærkvöldi í Hafnarfjarðarhöfn í annað sinn. Hafnarstjóri segir enga mengunarhættu. Gott kvöld. Rússar gerðu loftárásir á Úkraínu í samfleytt 12 klukkustundir í nótt. 12 ára stúlka var á meðal þeirra 4 sem létust. Volodymyr Zelenský, Úkraínuforseti, segir að 500 drónum og 40 eldflaugum hafi verið skotið í átt að Kív, höfuðborg landsins. Borgarstjórinn segir að árásirnar í nótt hafi beinst að leikskólum, heilsugæslu og íbúðablokkum. Hann segir að ríki Austur-Evrópu þurfi að óttast og verjast auknum yfirgangi Rússlands. It's big danger for not just for Ukraine, it's also for East European country, because the main dream of Putin to rebuild Soviet Union and a big part of European countries was actually part of Russian Empire. It's a couple of years ago, and the goal of Putin, his dream to rebuild Russian Empire. Ástrós Signíadóttir, þessar árásir í nótt eru með þeim umfangsmestu frá því að innrás Rússa hófst. Já, og þær voru bæði umfangsmiklar og gerðar á athyglisverðum tíma. En Zelenský, Úkraínuforseti, benti á það í færslu á samfélagsmiðlunum X að Rússar væru að gera þessar árásir á sama dag og allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna lauk í New York, þar sem málefni Úkraínu voru meðal annars til umræðu. Og í þessari færslu sagði Zelenský einnig að það væri greinilegt að Rússar vildu ekki að þessum átökum myndi linna. Og borgarstjóri Kív, hann varar við því eins og sá áðan að önnur ríki Austur-Evrópu þurfi að óttast yfirgang Rússa. Já, og það er einmitt helsta kosningamáli í þingkosningum í Moldóvu sem að fara fram í dag. Þar að berjast atkvæði annars var Evrópusinnaður flokkur núverandi forseta og flokkar sem eru svona hliðhollar í Rússum, þar sem meðal annars leiðtogi er fyrrverandi forseti landsins. Og það talið að niðurstöðu þessara kosninga muni svolítið ráða framtíð Moldóvu þá annarkvort hvort að landið muni fikra sér nær Evrópusambandsaðild eða jafnvel nær aftur yfirráðum Rússa. En kjósendur í Moldóvu flykktust á kjörstaði í morgun þegar kjörstaðir opnuðu klukkan 7. Все нормально. Думаем, что значит, все-таки какие-то будем двигаться все к лучшему, к прогрессу, как говорится. Будем прогрессировать, значит, после этих выборов. Наша республика Молдова. За Европу? За Европу. Ага, и почему? Потому что там люди живут лучше, и нам тоже предстоит хорошая жизнь для наших детей, для нашего народа. История Молдавии от Рождества до сюда. Коммунисты в плюс, остальные в минус. Так что так. Может быть, это не понравится нынешнему руководству здесь и у вас, но ситуация такая. Moldóva nágrannaríki Úkraínu og hlaut sjálfstæði frá Rússlandi með falli Sovétríkjanna 1991. Forseti landsins og stofnandi PAS-flokksins, Maja Sandu, vill aukin tengsl við Evrópu. Moldóva með virka aðildarumsókn að Evrópusambandinu eftir að samþykkt var í þjóðaratkvæðagreiðslu í fyrra að hefja viðræður. Sandu hvatti í morgun kjósendur til að fara vel með atkvæði sitt. Dragi cetățeni, vă invit pe toți să mergeți la vot. Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie și are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi. Voi o puteți salva astăzi cu votul vostru. Mâine ar putea fi prea târziu. Sandu sakar rússnesk stjórnvöld að reyna að hafa áhrif á niðurstöður kosningana. We have never seen anything like we see now. Russia has been spending hundreds of millions of euros in these elections
financing political parties in Moldova that it controls, trying to bribe the voters. We have seen lots of cyber attacks. Ástrós, hafa Rússar svarað þessum ásökunum? Já, rússnesk stjórnvöld hafa svarað þessum ásökunum en neitaði alfarið að vera á einhvern hátt viðlóðin þessara kosningar eða niðurstöður þeirra. Það hafa jafnvel gengið svo langt að saka flokksmenn PAS-flokksins kosningasvindl. Og hvenær von á því að úrslit liggi fyrir? Já, kjörstöðum var lokað núna klukkan 6 að íslenskum tíma og skoðanakannir benda svolítið til þess að PAS-flokkurinn muni verða stærsti flokkurinn í Moldóvu en nái ekki meirihluta á þinginu. Það geti valdið vandræðum ef að flokkurinn ætlar sér að ná í gegn einhverjum málum sem tengjast mögulegri Evrópusambandsaðild. Svo eru margir sem velta fyrir sér hvaða áhrif það mun hafa á Rússa og þeirra viðbrögðum ef að Moldóva fer inn í Evrópusambandið. Þannig að það eru fleiri en Moldóvar sem að fylgjast spenntir með hvað kemur upp á kjörkössunum í kvöld og það verður áhugavert að sjá svona hvað þetta mun þýða fyrir framtíð Evrópu. Takk fyrir þetta, Ástrós. Ólöglegt verður að fljúga drónum í lofthelgi Danmerkur frá mánudegi til föstudags. Frá þessu greindi Tómas Danielsen samgönguráðherra. Danmerkur í dag. Síðustu viku hafa drónar ógnað flugumferð í danskri lofthelgi. Kastrup flugvelli var lokað í 4 tíma á mánudag og síðan hafa drónar sést við aðra flugvelli í landinu. Danielsen segir tilkynningum drónaflug hafa fjölgað mikið sem hafi aukið álag á lögreglu. Leiðtogafundur Evrópusambandsins verður haldinn í Kaupmannahöfn á miðvikudag. Ráðherrann segir lögreglu þurfa að einbeita sér að fundinum. Kvika undir Svartsengi náði 11 milljónum rúmmetra í gær sem jafn mikið og í síðasta kvikuhlaupi. Auknar líkur eru á eldgosi frá og með deginum í dag og viðvörunarstigið á Reykjanesskaga hefur verið fært upp á næst efsta stig. Síðasta eldgos kom upp norðaustur af Stóra Skógfelli 16. júlí. Frá því að það hætti 5. ágúst hefur landris við Svartsengi verið stöðugt og innflæði kviku verið jafnt og þétt. Kvikumagnið hefur nú náð 11 milljónar rúmmetra mörkunum og því fer þrýstingur í kvikuhólfinu vaxandi og líkur á eldgosi aukast með hverjum degi. Í gær teljum við að hafa náð þessum mörkum að það sé komið jafn mikið inn í kerfið og fór út síðast. Og hvað þýðir það? Þá kerfið bara tilbúið, þá spennan orðið það mikil að það gæti náð að koma upp á yfirborðið. Það þýðir samt ekki að það gerist alveg strax. Það svolítið misjafnt hversu mikið kemur inn í kerfið þangað til eitthvað fer af stað. Veðurstofan hefur því fulla ástæðu til að hækka viðvörunastigið í næst efsta stig sem þýðir aukna vöktun og eftirlit. Líklegast að eldgos verði á svipuðum slóðum og síðast, einhvers staðar á milli Sundhnúks og Stóra Skógfells. Sigríður segir að það gæti gerst í dag, en þó sé líklegra að það verði eftir einhverjar vikur. Svo gæti það gerst að flæði kviku hætti og allt stöðvist eða jafnvel færist milli kerfa á Reykjanesskaga og eldgos kæmi þá upp allt annar staðar. Allt þó með kyrrum kjörum og engin merki að gos hefjist á næstunni. Líkunin segja okkur að það bendi allt til þess að það komi upp eitthvað fyrir jól. Því að efri mörkum verður náð einhvern tímann seinni hlutar í desember. En svo gæti bara kerfið og hegðunin breyst aðeins og þá breytist allar forsendur og við þurfum að reikna allt upp á nýtt. En eins og staðan núna þá líklegast kannski að gerist eitthvað fyrir jól. Jarðgöng eiga ekki að vera lúxus, segir samgönguráðherra sem kynnir nýja samgönguáætlun í október. Hann segist óbundinn af fyrri áætlunum og hafnar ásökunum kjördæmapot. Ég fór austur og spurði rökin fyrir því að taka Fjarðarheiðargöng fram yfir Fjarðargöng, hver var rökin fyrir því? Það var það sem ég var að spyrja og það allir titringi að ég skildi gangast kannski svolítið hart í að óska eftir þeim rökum. Fjarðarheiðargöng eru fyrst í gildandi samgönguáætlun. Þau eiga að liggja milli Egilsstaða og Seyðisfjarðar. Sveitarstjóri Múlaþings hefur gagnrýnt orð ráðherra að óvíst væri hvort þau yrðu fremst í næstu áætlun. Eyjólfur ítrekar að samgönguáætlun verði byggð á þjóðhagslega mikilvægum rökum fyrir landið allt. Fjarðarheiðargöng sem þú ert að spyrja það gríðarlega dýr framkvæmd, hátt í 60 milljarðar króna. Þetta myndi soga upp fjármagn þá alveg gríðarlegt fjármagn næstu áratugi nánast. Þá bendir Eyjólfur á að Fjarðarheiðargöng skapi ekki hringtengingu.
Það myndi kalla strax á önnur göng sem þá 10 önnur göng sem fjarðagöng. Fjarðagöng eiga að tengja Seyðisfjörð og Neskaupstað. Þau myndu skapa nýja hringtengingu mið Austurland, ólíkt Fjarðarheiðargöngum og eru númer 6 í núverandi forgangsröðin. Sveitarstjóri Múlaþings hefur jafnframt bent á að 2 af 3 nýskipuðum fulltrúum samgönguráðs séu úr norðvestur kjördæmi. Formaður ráðsins tekur fram að hann hyggist vinna eftir bestu sannfæringu og getu. Það sé þörf og ákall víða jarðgöng en allar ákvarðanir séu á höndum þings og ráðherra. Myndum bara vilja benda á í því samhengi að það búið að álykta þessi Álftafjarðargöng nokkuð oft síðan 2000 í það minnsta og þetta hefur oft komist inn á áætlun og dottið út aftur. Ég held að þörfin hafi ekkert breyst. Álftafjarðargöng eru þau 50 í röðinni samkvæmt núgildandi samgönguáætlun og þau fyrstu sem ráðist verður í á Vestfjörðum. Vegna starfa sinna í Súðavíkurhreppi þá þekkir hann betur en flestir þörfina á bættum samgöngum. Ég hef samúð með öllum sem að búa við ótryggar samgöngur og hvað þá hættulegur. Og ég held að þetta sé bara nákvæmlega atriði. Ég fæ alltaf ákveðna tilfinningu í maður þegar að fer að hausta og gerir ráð fyrir því að það sé ekkert öðruvísi annars staðar á landinu. 60% eldra fólks sem leggst inn á Landspítalann vegna veikinda þjáist líka af vannæringu. Prófessor í næringafræði segir þetta fólki meiri hættu á að slasast alvarlega á spítalanum og heima fyrir. Þetta kemur fram í nýrri rannsókn þar sem sérstaklega var litið til næringarástand sjúklinga og slysa þar sem fólk missir jafnvægið og dettur. Sjúklingar yfir 65 ára aldri eru í sérstökum áhættuhópi því þar eru tilfellin flest og alvarlegust. Niðurstöðurnar eru í samræmi við erlendar rannsóknir. Eldra fólk sem dettur inn á spítalanum líklegra og verulega líklegra að vera vannært og við getum líka tengt við það að þeir sem eru vannærðir að þeir deyja frekar út af byltunni eða eru alvarlega slasaðir út af þeirri byltu. Fólk komi vannært inn á spítalan í sumum tilvikum eftir langvarandi veikindi. Hvað veldur þessari vannæringu? Það eru mjög margir þættir. Við horfum fyrst og fremst á lyf sem draga úr matarlyst og svo líka að þú taka kannski 15-20 lyf þá ertu komið með fullan maga af lyfjum og við sjáum bara að það eru allar rannsóknir allan heim sem sýna að þú tekur fleiri 5 lyf á dag þá eru meiri aukna líkur á vannæringu. Það þarf ekki meira en þetta. Ólöf segir mikilvægt að fólk borði reglulega á hverjum degi, þar af eina heita máltíð og drekki minnst 1,5 lítra af vökva. Ef þú búin að stýla, ef þú borðar ekki nóg, þá náttúrulega bara étur líkaminn upp vöðvana og þannig að þú missir styrkið en þú hefur ekki bara stöðuna til þess að standa upp örugglega, ganga örugglega, og þeir svimar frekar og þess vegna ertu líklegri til að detta. Eldra fólk þurfa að hafa þetta sérstaklega í huga. Þó að maður eldist og þó maður sé farin að hreyfa sig minna, þá þurfum við öll að anda og hafa líkamshita og vera með heilastarfsemi þannig að við þurfum nánast sömu orku og þegar við vorum ung og það gleymir svo oft. 911 atvik voru skráð á heilbrigðisstofnunum árið 2023 þar sem sjúklingar duttu á gólfið. Þar af voru 429 sjúklingar yfir 65 ára aldri eða réttæpur helmingur. Í þeim tilvikum þar sem sérstakt mat var lagt á næringarástand sjúklinga reyndist yfir helmingur þjást af einhvers konar vannæringu. Byltuslys eru líka algeng á heimilum. Yfir iðjuþjálfi hjá hjúkrunarheimilunum Eir, Skjóli og Hömrum segir hægt að grípa til ýmissa ráðstafana til að draga úr líkum á slíkum slysum. Þegar þú ert að taka út íbúðir eldra fólks, hvað er það svona fyrsta sem þú skoðar? Þegar við komum hérna inn með íbúan þá erum við fyrst og fremst að skoða aðstöðuna, hvort það sé ykkur þröskuldar, ykkur mottur og bara aðkoman almennt og hvernig viðkomandi gengur að komast inn. Og hérna erum við með stofuna og hérna er búið að koma fyrir svona stöng sem væntanlega á að hjálpa fólki að standa upp og setjast. Já, akkurat. Þessu tilviki þá er einstaklingurinn í hjólastól en hann getur verið sjálfbjarga að flytja sig úr sófanum og yfir í stólinn með því að nota þessa stöng. Og á sama tíma þegar fólk er í byltuhættu að hafa eitthvað grip og eitthvað hald, þá er þetta bara mjög gott tól. Hvað er það sem helst ber að varast? Svona á heimili þá er það aðalega mottur á gólfum, helst bara fjarlægja þær, snúrur sem eru þvert og yfir, mikill byltuvaldur, þröskuldar, þeir geta líka verið svolítið hættulegir og líka bara heimili mikið á húsgögnum.
gangvegir séu svolítið þröngir. Það getur líka verið mikill byltuvaldur svona í heimahúsum. Þegar maður kemur inn í svefnherbergi þá erum við að skoða hvernig er aðgengi að rúminu. Því að fólk þarf að komast jafnvel með gönguhjálpatæki, hjólastóla eða önnur svona hjálpatæki að rúmi og þá þarf gangvegurinn að vera svolítið greiður og góður og við erum að skoða rúmhæð, við erum að skoða hvort það séu með mottur eins og í öðrum rýmum og hvernig einstaklingur bara gengur að komast í og rúmi og stundum þarf með stuðningsstöng til að fólk getur verið sjálfbjarga með það. Hérna sjáum við bara típist dæmi gott aðgengi. Hérna er verið að nota stuðningsstöng bæði til að auðvelda flutning á salerninu og af salerninu og getur líka nýta til þess að fara hérna inn í sturtuna og þá er bæði handfang inn í sturtunni og fyrir utan þannig að einstaklingur getur verið sjálfbjarga að flytja sig í og sturtu. Jökull SK16, 80 tonna eikarbátur sem liggur við Óseyrarbryggju í Hafnarfirði, sökk í gærkvöld á sama stað og hann sökk fyrir 5 árum. Hann marar nú í hálfu kafi en engin olía er borð og því ekki talin mengunarhætta. Klukkan 20 í gærkvöldi var tilkynnt að jökull var að sökkva og slökkviliðið fór á vettvang. Bjarni Ingimarsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu, sagði að ekki hefur hægt að dæla sjó úr bátnum þar sem sjórinn náði upp að brúargluggum. Skorið var á festar báta sem lágu utan á jökli svo þeir færu ekki niður með honum. Og þannig er staðan núna. Að sögn Lúðvíks Geirssonar, hafnarstjóri Hafnarfirði, er engin hætta á olíumengun frá bátnum þar sem engin olía er borð og það sé ábyrgð eiganda og tryggingafélags að bregðast við. Jökullinn er í 70 ára gamall, smíðaður í Þýskalandi 1959. Hann hefur legið við bryggju óhreyfður árum saman, enda rann haffærisskírteini hans út fyrir rúmum áratug. Fyrir 5 árum, í ágúst 2020, sökk hann á sama stað. Þá hafði Hafnarfjörður tekið eftir að slagsíða var komin á bátinn og hann á lokum sökk. Við skoðun á eftirlitsmyndavélakerfi Hafnarinnar kom í ljósa í 3 daga og undan hafði báturinn sigið í sjó. Hafnaryfirvöld höfðu samband við eiganda þar sem báturinn var orðinn siginn vegna regnvatns því ekki var lensað reglulega. Þá eins og nú lágu bátar utan á honum en festari þá voru það langar að þeir toguðust ekki niður. Þá voru settir upp flotgirðingar til að ná upp olíu sem lag frá bátnum. Rannsókn leiddi ekki í ljós hvers vegna jökull sökk þá en engin leki kom að honum. Hún var lyft upp 3 dögum síðar. Þá að veðri, suðaustan hvassviðri samfara skilum sem fara yfir landið á morgun. Rigning sunnan og vestanlands en þurrt norðaustanlands fram að hádegi. Talsverð rigning suðaustan til, suðlæg 8–13 metrar og skúrir hádegi, fyrst suðvestanlands. En áfram rigning landið suðaustanvert fram á kvöld, hiti 8–14 stig að deginum. Nánar veðrið að loknum íþróttum. Ólafur Kristjánsson hefur verið ráðinn aðstoðarþjálfari íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta. Hann hættir sem þjálfari Þróttar eftir tímabilið. Heimsmeistaramótið utanvegarhlaupum var á Spáni helgina. Íslenskir keppendur stóðu sig vel, sér í lagi kvennaliðið í lengri vegalengdinni. Og við hittum Berglindi Björgu Þorvaldsdóttur, markahæsta leikmann Breiðabliks frá upphafi. Já, einhver búinn að segja að ég er að tróða sokkum hér og þar, þannig að já. Helstu atriði frétta. Rússar beittu 500 drónum og tugum eldflauga í umfangsmiklum loftárásum á Kív, höfuðborg Úkraínu í nótt. Leikskólar og heilsugæslustöðvar skemmdust í árásunum. Kvika undir Svartsengi hefur náð mörkum þess sem var í síðasta kvikuhlaupi. Líkurnar á eldgosi aukast með hverjum deginum. Dönsk stjórnvöld hafa bannað allt drónaflug þar í landi næstu 5 daga. Mikið álag hefur verið á lögreglu vegna tilkynninga grunsamlega dróna. Helmingur þeirra sem hljóta alvarlega byltu á heilbrigðisstofnunum þjáist af vannæringu. Eldra fólk er í sérstökum áhættuhópi. Og 80 tonna eikarbátur sökk í gærkvöld í Hafnarfjarðarhöfn í annað sinn. Hafnarstjóri segir enga mengunarhættu. Þessi fréttatími er á enda en Ríkisútvarpið er með fréttavakt allan sólarhringinn. Við ljúkum fréttatímanum á myndum sem Kristófer Óli Birkisson tók í Reykjarfirði á Ströndum. Þar sást háhyrningur með kálf, tófa og makindalegir selir í fjörunni. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl.